barnakottahús. Búið að lyfta upp það mörgum kottum að við vitum bara að þegar þeim eru sleppt þá er ekki séns að þeim munu raðast upp eins. Nei. Og húsið verður ekki byggt eins og það var fyrir bara örfáum árum. Einmitt. Og ég einhvern veginn horfa á þetta þannig að sko, ég fagna ákveðinu leiðtogaleysi en mér finnst fólk samt á sama tíma að það er orðið svo bilað að kannski þetta er ekki besti tíminn í að vera með þetta leiðtogaleysi sko. Nei. Og þar eru samfélagsmiðlun alltaf stærsta breytan sko. Algjörlega, þú veist, er hægt að vinna vinnuna sína í Fuglabjargi samfélagsmiðla, einhvern veginn, skilur þú veist, erum við búin að búa til bara, þú veist, ég veit ekki, eitthvað upplegg sem er bara dauðadæmt. Ég er korter í að hætta, sko, á samfélagsmiðlum. Þú veist, þú ert bara stattur svona sem í samanburði sem þú átt ekki breyki að því fólk lýgur líka á samfélagsmiðlum og það er allt sveipað einhverjum bara filter ósannsögli og óeinlægni. Bara samskiptin á netinu, við þurfum að tala saman, hugsjónin hún virðist vera eitthvað svona, við verðum að tala saman helvítis aumingið. Þú veist, hún virðist vera, þetta er einhvern veginn tónninn í öllu núna og Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.